Nú ætlum við að halda áfram með kaflan almenn brot og prósent og nú ætlum við að skoða hvernig við finnum 100% þegar við vitum ákveðna hluti. 6 krakkar voru í fjölskylduboði, þau voru 25% þeirra sem voru í boðinu. 25% eru 6 krakkar. Við viljum vita hvað 100% eru margir krakkar. Og þá þurfum við 25% í viðbót, þá eru komin í 50. 25 í viðbót, það eru 75, pluss 25% eru 100%. Þannig að hver 25% eru 6 krakkar. Það eru samtals 24 krakkar. Ef maður hefði fattað strax, já, 25% er 1/4, það eru 6 krakkar, þá ger ég 6. 1/4 til þess að fá heilan, þá þurf ég að fjórfalda, sinnum 4, 24. Hvora leiðinni ég fer breytir í raun engu. Á bíósýningu eru 40 þeirra sem mættu yngri en 12 ára, það eru 8% þeirra sem voru mættir. Hvað voru margir í salnum? Hérna eru 8% 40 manns. Við viljum vita hvað 100% er. Ég get ekki margfaldað 8% þannig að þeir verði að 100%. Það er ekki hægt. En get ég fundið þá hvað 1% er? Það hlýtur þá að vera 1/8 af þessu hér. Deili ég með 8, það eru 5. Þannig að 1% eru 5. Og hvað eru þá 100%? Jú, það er 5 sinnum 100. Það voru 500 manns í salnum.